Jóhann Helgi Hannesson. Jói, þegar við tölum saman í upphafi tímabils, þá spáðir þú því að lokaleikurinn á Þórsvelli myndi nú ráða úrslitum hvort liðið fari upp í Pepsi. Fara að leiðast þetta Pepsi-tal. Það hvorugt liðið á leiðin upp í Pepsi eða það fátt sem bendir til þess. En það gróbbrétturinn undir, Jói. Hann skiptir eiginlega ekkert minna máli. Nei, sjálfsög ekki. Það er mjög gott að vinna síðasta leikinn og fara inn í veturinn með það á bakkjuna að hafa unni KA í síðasta leiknum og enda fyrir ofan þá. Það er náttúrulega skiptir máli bara upp á hvernig mann líður. Við náttúrulega þekkjum að þetta ekkert notalega reynsla. Þeir eru búin að hafa gróbbréttin síðan í júlí. Það eru einhverjir 3 mánuðir eitthvað, en núna ætlum við að reyna að skipta heimilisfang á gróbbréttunum og hafa hann í minnst okkur 10 mánuði viðbót í þorpinu. Já, það eru á morgun, þá eru 2 mánuðir og 8 daga frá því að þeir eru nokkur og við erum búin að bíða eftir þessu leik alveg síðan þá. Þetta bara leikurinn sem við ætlum að vinna. Já, það búið að vera dálítið mikið stemming núna síðasta sólarhringinn á öllum vefmiðlum og Twitter og ég veit ekki hvað það heitir allt saman, þannig að það virðist vera eins og þessi gríðarleg stemming í bænum fyrir leiknum. Já, þrátt fyrir að í rauninni erum við bæði liðin búin að klúra því að við séum leiðin upp, en samt sem áður þá fólk búið átt að segja því að þetta eru 2 sterk fyrstdeildarlið og fólki ekki sama hvernig þetta fer. Það ætla vonandi flestir að mæta og stíga sitt lið hérna á morgun. Og það einu sinni þannig eins og ég segi nú, staðan eins og í dag, hinir leikirnir í fyrstdeildinni skipta bara nákvæmlega engu máli. Þegar Þór og KA eigast við, þá það stór leikur fyrir umferðina. Já, klárlega. Það rígur hérna og menn gera í því að halda honum uppi vegna þess að það skemmtilegra þegar það verið að spila við eitthvað lið þar sem rígur á milli, og þegar við erum að spila við KA það bara einhvern veginn, þetta svona stærra og meira, og þannig að við erum klárir í þetta morgun. Og þú klár? Ég klár, já, svona, klár. Jói, þér leiðist ekkert að skora á móti KA? Nei, en það orðið svolítið síðan ég skora á móti Íslandsmóti, þannig að ég ætla bara að græja það á morgun, reyfi upp hvernig það Hvernig sýnist þið staðan í hópnum vera? Það enginn sem vill vera meiddur í þessum leik? Nei, það aldrei neitt. Það þarf bara hjólastóla eða eitthvað svoleiðis til? Já, ef menn eru meiddir á morgun þá að fara að gera eitthvað annað. En segðu mér, hvað telur þú verið líkindin að því að það að keyra alveg á fullu strax eða bíða átekta? Hvaða taktík heldur að myndi duga best? Vinna allar tæklingar allan tíman. Þegar við mættum unnur Akureyri þá unnu þeir fyrstu 4 tæklingarnar og skoruðu svo eftir 5 mínútur og við konum með rautt eftir 11 og þeir byrjuðu bara aðeins grimmara við. Við þurfum að bæta úr því og vera klárir að sparki þá fyrstu myndu. Og svo kannski líka hafa það bara höfast að það þarf ekki bara að vera grimmir í fyrstu myndu, heldur að gera það bara alveg þar til að dómarinn flytja til leiksloka. Það eins og ég segi, að byrja þetta á fullu og fylgja þið eftir allan tíma, þá vinnum við henni leik. Og þú verður alveg á fullu? Ég veit það er loforð. Jói, gangi ykkur vel. Takk hérlega.